Sakamálaþættir í sjónvarpinu alltaf á þriðjudögum klukkan 21. Fréttir, Stefanía Valgeirsdóttir les. George Bush Bandaríkjaforseti ítrekkaði í kvöldi yfirlýsingu Collins Powells utanríkisráðherra að talsverður árangur hefði náðst í viðræðum Kínverja og Bandaríkjamanna örlög áhafnar bandarísku herflugvélarinnar sem nauðlenda varð á einni Hainan á sunnudaginn var. Ráðamenn í Peking og Washington eru sagðir vera að vinna að sameiginlegri og skriflegri yfirlýsingu málið, þar sem Bandaríkjaforseti lýsir því yfir að hann harmi dauða kínverska flugmannsins sem fórst eftir árekstur við bandarísku vélina. Að sögn embættismanna ætlar Bush ekki að biðjast afsökunar eins og stjórnvöld í Peking hafa farið fram á. Þorsteinn Þorsteinsson varaformaður rannsóknarnefndar flugslysa taldi að flugvélin sem fórst í Skerjafirði verslunarmannahelgina hefði ekki verið lofthæf. Þetta kemur fram í frumskýrslu rannsóknarnefndar sem dagsett 29. desember síðastliðinn. Til að flugvél teljist lofthæf þarf viðhald hennar og eftirlit að vera í samræmi við reglur og fyrirmæli flugmálayfirvalda stjórnun á viðhaldi og notkun viðurkenndra viðhaldsstöðva, grannskoðun, viðgerðir, breytingar og ísetningu búnaðar. Rannsóknarnefnd flugslysa telur mikilvægt að lögreglan kalli hið fyrsta til erlenda sérfræðinga, til dæmis frá Alþjóðaflugmálastofnuninni, til að liðsinna við opinbera rannsókn á flugslysinu. Nefndin vill að sérfræðingarnir taki á öllum hliðum málsins, þar á meðal vinnubrögðum rannsóknarnefndar flugslysa. Ríkissáttasemjari sem sleit samningaviðræðum sjómanna og útgerðamanna í gær sér ekki ástæðu til að boða til nýs fundar. Hann hefur í dag verið í sambandi við samningamenn og segir að ekkert hafi komið fram sem hvetji til fundahalda. Óvíst sé með öllu að samningamenn verði kallaði til fundar fyrir en eftir helgi. Samninganefnd ríkisins og all margra félaga háskólamanna rættust við hjá sáttasemjara í dag. Þá hefur flugfélag íslenskra náttúrufræðinga vísað deilu sinni og ríkisins til sáttasemjara sem og verkfræðingar hjá ríki og borg. Íslenskur frystitogari Baldur Árna R102 með 15 manna íslenskri áhöfn fastur í hafís undan ströndum Nýfundnalands ásamt 3 öðrum skipum. Stór ísbrjótur væntanlegur á svæðið á morgun en tilraunir kanadísku strandgæslunnar til að koma skipunum til hjálpar í gær á minni ísbrjót báru ekki árangur. Allt í lagi með skip og áhöfn. Togarinn var á leið frá Bay Roberts á Nýfundnalandi til Löndunar á þriðjudag eftir að verkfall sjómanna skall á, en þá hafði ís rekið á svæðið. Áhöfnin átti síðan að fljúga til Íslands frá St. John's. Útgerðarfélagið Marina EHF gerir út skipið. Togarinn hét áður Sunnutindur SU og 500 brúttótonn. Hafberg Þórisson í Lambhaga, einn stærsti salatframleiðandi landsins, vill ekki vera í sölufélagi garðyrkjumanna. Hann segir að Pálmi Haraldsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, hafi hótað sér og grænmetisbændur þori ekkert að segja af ótta. Ástæðan fyrir því að Hafberg ekki í sölufélaginu meðal annars svo að hann hefur ekki efni á því. Ef hann legði vöru sína þar inn eða til banana, þá gæti liðið alltaf 3 mánuðir þar til hann fær vöru sína greidda. Íslenskir neytendur hafa tapað 6,5 milljarði króna vegna þess hve grænmetis og ávaxtaverð hefur verið hátt hér á landi. Þetta kemur fram í útreikningum sem opinber stofnun hefur gert og Fréttastofan fengið í hendur. Mestu töpuðu Íslendingar samkvæmt þessum útreikningum á síðasta ári eða 1700 milljónum. Árið 1999 var tapið 1,3 milljarðar. Stjórnvöld á Kýpur hafa sendt stríðsglæpadómstól Sameinuðu þjóðanna í Haag 25 kassa sem í eru gögn sem talin eru geta leitt til sakfellingar serbneskra ráðamanna fyrir dómstólum. Carla Del Ponte, yfirmaður dómstólsins, bað gögnin, en saksóknarar við dómstólin að reyna að afla upplýsinga peninga og verðmæti sem Slobodan Milošević, fyrrverandi forseti Júgóslavíu, talin hafa komið úr landi.
Fregnir herma að talsverðir fjármunir hafi verið lagðir inn á banka á Kýpur í valdatíð Milošević. Þúsundir Afgana hafa leitað í flóttamannabúði Sameinuðu þjóðanna í Herat í vesturhluta Afganistans síðustu daga. 110.000 manns dvelja í 6 búðum Sameinuðu þjóðanna í Herat og að sögn samtakanna koma þangað 1.000 manns á hverjum degi. Talið að hátt í 1 milljón Afgana hafi hrakist burt frá heimkynnum sínum vegna stríðs og þurrka, en þurrkarnir í Afganistan eru hinir mestu í 3 áratugi. Norska ríkið ætlar að greiða nokkur hundur Norðmönnum sem dvöldust í fangabúðum Japana í síðari heimsstyrjöldinni bætur að jafnvirði 1 milljón íslenskra króna. Við undirritun friðarsamninga eftir heimsstyrjöldina afsöluðu Norðmenn sér réttinum að krefjast skaðabóta af Japanum og því gátu Norðmenn sem sátu í fangabúðum Japana ekki leitað réttar síns gegn japanska ríkinu. Norska ríkið ákvað því fyrir nokkru að greiða þeim bætur sem enn eru á lífi. Talið að 900 Norðmenn hafi lent í fangabúðum Japana í síðari heimsstyrjöldinni, þar á meðal margir trúboðar og sjómenn og að 350 séu enn á lífi. Aðeins 3/4 10 ára barna í Bandaríkjunum sæmilega læs eins og stefnt að í námskrá og aðeins 1 af hverjum 10 blökkubörnum nær viðmiðunarmörkum í lestri. 46 af 100 barna sem ættið eru frá Asíu og Kyrrahafslöndum stóðust próf með láði en spænskumælandi börn og indíánabörn stóðu sig verr. Ný ríkisstjórn hefur sett sér að bæta lestur bandarískra barna og ljóst samkvæmt nýjustu upplýsingum að leggja þar fram stórfé ef það markmið á að nást, sérstaklega í skólum fyrir börn láglauna fólks. Þá næst að íþróttafréttum Adolf Ingi Erlingsson. 8 liða úrslit Íslandsmóts karla í handknattleik hófust í kvöld. Í grannaslagnum í Hafnarfirði unnu Haukar FH með 32 mörkum gegn 31 í tvíframlengdum leik. Að loknu venjulegum leiktíma var staðan jöfn 25-25 og enn jafnt 28-28 eftir fyrri framlenginguna. En Haukarnir höfðu betur í lokin, sigrum með 1 marks mun 32-31. Deildameistara KA unnu öruggan sigur á ÍR á Akureyri 28-19. Í hálfleik var staðan 15-9 fyrir KA sem hafði undirtökin allan leikinn. Guðjón Valur Sigurðsson var markahæstur KA-manna með 10 mörk en Einar Hólmgeirsson var markahæstur ÍR-inga með 5 mörk. Valur vann góðan útisigur á Fram 26-20 en í hálfleik var staðan jöfn 11-11. Valdimar Grímsson var markahæstur Valsmanna með 8 mörk en hjá Fram voru Vilhelm Gauti Bergsveinsson og Gunnar Berg Viktorsson atkvæðamestir með 5 mörk hvor. Að Varmá vann Afturelding öruggan sigur á Gróttu KR 25-17. Í hálfleik var staðan 13-10 fyrir Mosfellinga sem höfðu undirtökin allan leikinn. Páll Þórólfsson var þeirra markahæstur með 6 mörk og Gintas og Bjarki Sigursson skoruðu 5 mörk hvor. En hjá Gróttu KR skoraði Hilmar Þórlindsson 6 mörk. Sundkappinn Örn Arnarsson setti í kvöld Íslandsmet í 400 metra fjórsundi þegar hann sigraði í greininni og opna Sjálandsmótinu í Danmörku. Örn synti á 4 mínútum 31,84 sekúndum og bætti 7 ára gamalt met Arnars Freys Ólafssonar tæpar 2 sekúndur. Dagný Linda Kristjánsdóttir Akureyri og Björgvin Björgvinsson Dalvík urðu í dag Íslandsmeistara í stórsvígi á skíðamóti Íslands í Hlíðarfjalli og þau sigruðu jafnframt á alþjóðlegu stigamóti í stórsvígi. Bandaríkjamaðurinn Kristi Marko heldur forystunni á Masters-golfmótinu á Augusta-vellinum en hann lék annan hringinn í dag á 2 höggum undir pari og á 10 undir alls. Tiger Woods lék í dag á 6 undir pari og í öðru sæti á 8 undir. Jafnir á 7 undir eru bandaríkjamennirnir David Duval, Steve Stricker og Lee Jansen, Argentínumaðurinn Angel Cabrera og Japanin Tony Iwasa. Magdeburglið Alfreðs Gíslasonar og Ólaf Stefánssonar komst í kvöld í efsta sæti þýsku úrvalsdeildarinnar í handknattleik með stórsigri 35-17 á Hildesheim og Lille heldur efsta sætinu í frönsku fyrstu deildinni í knattspyrnu eftir 2-2 jafntefli við Bordeaux. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur lýst ánægju með fyrirhugaða breytingar á stöðu og hlutverki Seðlabanka Íslands og telur þær að það leiði til meiri stöðuleika í efnahagslífi landsins. Davíð Oddsson forsætisráðherra mælti fyrir frumvarpi breytingarnar á Alþingi í morgun og greindi frá yfirlýsingu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Að lokum að veðurhorfum í nótt og á morgun. Það verður norðan og norðvestanátt 5-10 metrar á sekundu og él vestanlands en hvassari á Vestfjörðum í nótt.
Það verður austlæg átt, 8 til 13 metrar á sekundu og slitti eða snjókoma austanlands, yfirleitt verður bjart veður sunnanlands á morgun og hiti 1 til 5 stig sunnan til að deginum en annars víða vægt frost. Fleira er ekki í fréttum. Frelsi, hötum höft og